Komið sæl og blessuð öll saman og verið velkomin með mér í skák nr. 18. Ég hef ekki getað sett inn skákmyndband í nokkur dag, búið að vera mikið að gera, þannig að þið afsakið það, en ég ætla að vinda mig beint í þetta. Skák nr. 18 og við bíðum eftir að fá anstæðing. Hér kemur einhver nokkur stigar, 2487 frá Skotlandi, sýnist mér, Grimlock Glasgow. Það er E4-5 og það er Petrólsvörn og við skulum prófa hérna að leika C4 og svo riddari C3 og taka með DP. Þetta er svona frekar sjaldgæft afbrigði, þetta hér, til svipuð leið þar sem að hvítur leikur beint riddari C3 og drepur með P-inu, þá er maður með P hérna náttúrulega, en þetta heldur svona smá tökum á miðborðinu og planið þá getur verið eitthvað svona og biskupinn fer eitthvert og hrókar langt til dæmis með smá pressu á kongsvanginn, til dæmis ef það hrókar stutt og það er ekki drottning C2, það er eitt tempo á P-ið hér. H6 eða eitthvað álíka geti komið núna í honum. Öllum líkindum. Og þá leik ég bara biskup E3 og ég get hrókað langt. Og þá er planið að sækja á kongsvagnum. Já, ok. Svo mér finnst að vera að gefa mér núna biskup H6 með tempói. Þá kemur örugglega hrókur E8 og þá löng hrókun. Ég sé í fljótu bragði ekkert að því, biskupinn minn lítur alveg ágætlega út á H6 og hann kemst þangað eins og ég sagði með tempói ekki. Þannig ég ætla að hróka hér. Biskup G4 gæti komið núna, eða biskup F6, já. Mér langar að leika H4, H5, af hverju ekki. Ég er aðeins undan liðskipan, núna er biskup G4, lítur vel út fyrir hann. Hann gerir það. Getleiki H5, biskup drepur, hrókur drepur, það er samt svolítið mikið. Og þó, hann á alltaf samt sko þennan möguleika í einhverjum stöðum að skipta upp hérna. Hann á þann möguleika, ég ætla hann samt bara að prófa þetta. Prófum þetta, hann drepur þarna, hann ætla að skaka hér, ok. Það er eitthvað millileik, getur tekið fyrst hér, berðan einhverju. Tekið hér. Nei, það gengur ekki alveg. Því miður. Ég var að drepa þetta, kongur B1, ok. Sko riddari E5 kemur vel til greina. Hann þarf að passa sig hér, ég var með einfalt plan, það er að fara að hinga og máta hann einhvern veginn. Sko ef leik hrókur G1 núna, þá drottning F6 mögulega. Þetta peð í uppnámi, drepið F4, hann tekur á D3 og drepið já. Hvað annað getur gert? Ég get leikið biskup E4, spyrja bara á því. Ef við með þessu, ef hann ætla að leika F5 geti alltaf að skáka hér. Hrókurinn minn á leiðin á G1 næsta leik. Og svo ætla ég að reyna að gera eitthvað hér. Tökum eftir að hann má ekki taka hér, þegar það kemur hrókur G1 og vinna drottninguna, G-línunni. Hann er alltaf með mun betri peðastöði, með mjög ljót peð hér og hér. En ég hef einhver sóknar fyrir staðan. Nú get ég drepið á D6, þá getur hann drepið hér. Ég ætla að skjóta þessum leik inni, ætla að byrja með. Og ok, hrókur drepið D6, þetta drepið C4, á eitthvað á G6.
Líklega ekki, nei. Það er svo marga freistandi möguleika hérna. Þetta ég ætla að fara hér. Ok, það sem langar að leika núna er F4, drottnreipur F4, biskupdreipur G6. Við erum að rekna það. P-dreipur, hrókudreipur, riddaradreipur, drottnreipur, kóngur F8. Hefði ekki bara láta vaða. Hefði ekki bara að láta vaða. Hann þarf alltaf ekki að drepa en samt ef hann dreipur ekki þá er þetta mjög hættulegt. Ok, drottnreipur, biskupdreipur, P-dreipur, hrókudreipur, riddaradreipur, drottnreipur. Kóngur F8 er einleikurinn. Skulum prímúa þetta og því að talinu tilbúin að leika leiknum leið hann svarar. Sko, kóngur F8, ég get leikið þá, sko hann hóta drottning E4 skák eftir að ég drepa alltaf G6. Þannig að ég þarf að gæta mín á því. Ég skáka H8 kóngur E7. Hrókur H7 skák kóngur D8. Þá drottning G7. Skák hérna. Ég held að ég sleppi út með kóngin. Þetta er svona 12 leikja framhald kannski sem ég er að hugsa. Þannig að já, dreipur G6, hrókudreipur, riddaradreipur, drottnreipur, kóngur F8, hrókur H8 skák, kóngur E7, hrókur H7 skák, kóngur D8, drottning G7. Það getur reikið drottning E4, kóngur C1, drottning E1, kóngur C2. Ég slepp út, þannig að það getur fórnað drottningun á hrókinu H7. Ok, hann bara bakkar, hann sá ekki neitt betra. Ég bjóst ekki einu sinni við því. Ég hefði kannski hægt að hugsa út í það. Skák, ég fer með kónginn á A1. Breytir engu þó hann tækir þetta P á E4. Það er alltaf línur og opnar á kóngsvagnum. Hann er mjög tæpur á tíma. Hann fjall bara þessar. Það var eitthvað snubbóttur endir að þessu. En ok. A win is a win, eins og maður sagði. Þannig að við skulum kíkja á þetta. Hér er staðan og þetta var Grimlock Glasgow frá Skotlandi. Ég var náttúrulega í Skotlandi í haust, það var ánægilegt. Það var ánægilegt dvöl að vera þar. Þetta var Petrosvörn og afbrigðið sem ég teldi er, ég get alveg mælt með því ef eitthvað vantar eitthvað til að tefla á móti Petrosvörn. C4, þetta er algjört sætlan. Það er ein skák, svona mótilskák í þessu. Það er skák sem Hannes Lífa Stefánsson vann á móti Ivan Sokolov fyrir einhverjum árum síðan. Kannski 15 árum með eitthvað. Mjög flott sóknarskák. Aðalaðbrigðan D4, D5, biskup D3, þá riddari C6 eða biskup D6 eða biskup E7, allt möguleikar. En þetta er sniður hjá svona algengu lýrunum. Þetta er lang algengast í dag. Drepið og svo leikur hvítur hér og hróka langt. Kosturinn við það að leika C4 er að, eins og ég segi, þá hefur maður tak á D5 réttnum. Þannig að svartur á þetta erfitt með að fá rými eins og svartur fær oft í þessum afbrigðum þar sem hvítur leikur beint riddara C3. Þannig að þetta er svona frekar einföld sóknarauppstilling. Hálfgert caveman attack. Þessi leikur komur á óvart. Það eru tveir möguleikar fyrir svartan að mínu viti, það er H6
sem þetta býtur líka veikleika, það er ekki það. Og svo þessi skrítni leikur hérna F5 sem svona frekar hraustlegur en sem dempar svolítið biskupinn hér. Og þessi leikur er kannski ekki góður en hann svona hægir svolítið á sóknarfærinu mínum. En ég bjóst við H6. Ég ætla aðeins að fletta sér hvort þetta hefði telst áður. Það er einn mjög flott skák í þessu afbrigði sem ég man allt í henni eftir núna. Það er skák sem að Jane Pomniachtchi teldi á móti Shannon Sukirov. Held ég alveg örugglega. Ekki akkurat þessu afbrigði, heldur í C4 afbrigðinu. Mæli með að kíkja á hana. Hér er með þess að skák sem að hefur telt hérna í þessu Reykjavík Open. Það er Gawain Jones gegn Þorfinnsson, mér finnst þetta að vera Bragi nokkur Þorfinnsson. Og þeir tefla hérna, já, Gawain teflar eins og ég og Bragi leikur H6 eins og ég bjóst við. Sem er miklu eðlilegur leikur og Bragi fær hérna fína stöðu. Sýnst mér. Hann tapar endur endanum. En það eru bara tveir sem leika G6. Og hvorugur þeirra er neitt snillingur. Biskup H6 kemur fyrir einni skák sem hlýtur að vera góður leikur. Koma mönnum út með tempói er yfirleitt alltaf gott. Hrókur E8 og löng hrókun. Þetta hefur allt verið telt áður. Svartur leik líka biskup F6 í þeirri skák, þannig að við erum að fylgja hérna áður teltið skák. Og hvítur leik líka H4 í þeirri skák. Svartur leik líka biskup G4 í þeirri skák. Og þá leik hvítur biskup E4 en ekki H5 eins og ég, sem var svona fjári hraustlegu leikur hjá mér, verið ég viðurkenna. Það sjá aðeins hvað skákareiknirinn Stockfish 11 hefur þetta að segja. Hvort það er eitthvað viti H5. H5 er náttúrulega bara hraðspakleikur og ég veit að hann er alveg örugglega ekki besti leikurinn í stöðunni. Jú, hann er bestur í stöðunni. Það er bara þannig, segir Stockfish. Ótrúlega þeim satt. H5 er bestur. Sko, það sem ég ætlaði að gera eftir biskup drepur H5 var að drepa með hrók. Og það er vist bara búið spil. Samkvæmt tölunni, það er bara kólunnið tefl. Það sem ég hugsaði, ég ætla að segja ykkur þetta á en tölunni segir mér hvað sé best, var biskup drepur H7 skák, kongur H8 og einfallega bara okkur H1 í rólegheitum. Drepa hér og svartur einhvern veginn dálítið hægur í vörninni. Það sem að tölvan segir hins vegar er biskup drepur H7 skák, kongur H8 og drottning F5 sé eini vinningsleikurinn. En þannig að kemst drottningin mjög fljótt á H5 sem er kannski ennþá hættulegur en að vera með hróki þar. En ég ætla ekki að fara dýpra í þetta, tölvan segir bara þessi unnitafl og ég treysti því, ég kannski skota betur rólegheitum síðar. Þetta er áhugavert. Það er áhugavert að sjá að H5 er bara mun betra tafl á hvítan. Svartur drap hér sem að leit nú ágætlega út, sérstaklega því að svartur á þennan varnarmöguleika létt á stöðunni hér. En það er samt þessi pressa vofir yfir að taka hér hróku G1 og svo bara fórna öllu dótinu á G6. Þannig að þetta er vissulega hættulegt, en hann leikur rittur E5 sem er best. Þá leik ég biskup E4 sem er líka best samkvæmt Stockfish og hann leikur C6. Hér eru nokkrir möguleikar. Ég hugsaði fyrst hvort ég ætti að drepa D6, það leit ekkert illa út. Þá reiknaði ég með að hann myndi taka á C4 og þá hugsaði ég hvort ég ætti að leika hróku D7. Svo fannst mér meira freistandi að einbeita mér að G6 peðinu og reyna að brjótast í gegn þar, þannig ég drap á G6 og Stockfish er sammála því. Og svo leikir hróku D til G1. Og sá leikur er ekki svo besti vegna þess að hér á svartur góða vörn sem að felst í að leika drottning F4. Svartur leik drottning F6 í skákinni. En eftir drottning F4 þá hefði ég örugglega drepið á G6 og þá ætla Stockfish örugglega að segja mér að það sé lélegt. Ég lef henni að hugsa í smá stund, athuga hvort hún sjái snilldina mína. Nei, hún er ekki hrifin. Jú, hún er að vera hrifnari. Ok, hún segir ég allavega jafntefli í þessu. Allavega þráskák og ég myndi alltaf leika svona leik í hraðskák vegna þess að ef ég á gangandi þráskák þá ég það allavega upp í erminni en þetta er möguleiki fyrir andstæðingina að leika af sér og klúra þessu í mat. Þannig að hrókur drepi G6, þetta var hugmyndi mín. Ef hann drepur, þetta er unnitafl á mig. Og það sem ég hugsaði í svipaði skákinni, hérna ætlaði ég að leika sko hrókur H-skák, kongur E7, hrókur H7, kongur D8, drottning G7. Stockfish segir einfallega þessi óþarfi
hrókur H7 beint sem hóta máti hér. Nákvæmlega sömu hugmynd sé nóg. Og hér getur svartur skákað og skákað hér og fórnar hrók til að reyna að hanga á þessu en er samt tapað. Það sem ég ætlaði að gera, bara þannig að ég fóði svar við því, það er ekki eins gott vegna hvers. Hvað getur svartur gert hér til að bjarga sér? Það sem ég hugsaði var bara, sko, drottning. Ég reyndar að hugsa þetta seinna í skákinu, það sem ég er búinn að fórna F-piðinu, það breytir kannski smá að því hann getur skákað hér. En ég hugsaði bara skák hérna, ég fer hér, hann skákar, ég kannski sleppt. En ég sé það þetta núna, hann getur bara skákað hér, svo valdar hann alltaf á 7. rauðinni. Þannig mér fannst eins og þessi tvöfalda hótun hérna væri óverandi, en hann getur þetta bara valda annar rauðin með skák og svo hinn með hróknum. Þannig ég mista þessu. En hrókur H7 beint höfðu unnið. Það sem að svartur á að gera hins vegar er að fara með kónginn á F7 og þá ég veist ekkert betra en þráskák hér og ef hann fyrir hér yfir á D8 rautin þá er hrókur G til G7 og allavega með jöfnum færum vegna þess að ég er nægabæti fyrir mannin á 7. rautin. Þannig já, ég sá þetta náttúrulega enga veginn til enda. En hann lék drottning F6, þessi skoski vinur minn, og þá vildi ég endilega losna þennan riddara og drottninguna frá G6-reitinum. Alltaf bara eina skotmarki mitt í stöðunni er G6-reiturinn, það er allir mennir bara að biðja að fá að fórna sig þar. Svartur með ómörg völd á þeim reit enn sem komið er, þannig að næsta leikur byggist á því að reka svartumenninu burtu, þannig að ég er að lokka drottningunni burtu frá F6-reitnum, eða reka riddarinn í burtu frá F6. Og þetta er vantilega bara sama og hitt, þetta gengur ekki alveg fullkomlega upp, en dugar til líklega kannski jafnteflis með bestum töflum, sko. Þannig að drepið, hann hugsaði sér mjög lengi hann hugsaði sér hérna í 1 mínútu og 21 sekundu. Ánægilega kóngur að fáta. Hann er vantilega séð einhverja drauga en hann á sem sagt að drepa hérna eins og vorum að skoða áðan og já þá kannski jafntefli eða hann getur hugsanlega sloppið að breytir ýmsu að F3 er ekki en hann leik kóngur F8. Ég bjóst ekki við þeim leik, ég held bara að myndi drepa, ég sá svo sem ekkert annað. Svo leik ég biskop E4, kannski er að setja biskupin á kjánulega reit, það er kannski eðlilega að vera með hann hér, hann er ekki skotlínu hróksins. Það er mjög freistandi að skáka hér en það gerir ekki neitt, kóngurinn fer bara eitthvað. Ég stend aðeins betur en þessar stöðu samkvæmt tölunum. En ég fór með hann á E4, þá drap hann hér. Þá leik ég F3, þá leiði hann með leika D5. Ég hugsaði, ok, ef hann skákar hér, þá leik ég bara kóngur A1 og ég hugsaði, mér er alveg saman þá hann taki þetta peð. Ég reiknaði það samt ekki. En tölvan verður þetta sammála mér, af því þessar stöðu hér, þá náttúrulega vinn ég drottninguna. Ef ég skáka hér, tek svo drottninguna E4 og ef hann skákar hér það er bara sama, ég skáka H8 og vinn hrókin á A8 en það sá þetta ekki til enda en tilfinningin mér sagði mér hérna fyrr að þetta væri ég var með næga bætur á kongsvagnum, ég þurfti svo mikið að reikna hann leik D besti leikurinn biskop D3 riddari E3 er ekki gott kannski, hann getur líka drottning D2 og fara í uppskipti og létta stöðunni munum það er gott að létta stöðunni ef maður liði yfir og svartur er vissulega peð yfir endartafli er gott fyrir hann hér leik ég drottning D2 og þá féll hann á tíma og staðan hann er undir mikið til pressu riddarinn þessi leppur má ekki fara neitt, það er erfitt að finna leiki fyrir hann vegna þess að ég gæti hugsanlega verið að hóta að skáka hér fara í uppskipti, fara sem er hrókið minn á Elínuna þegar kóngurinn er komin hingað það er svona ákveðin pressa og svo náttúrulega líka bara kannski er ég að hóta að fara að gera eitthvað svona líka. Kóngurinn minn er alveg öruggur og ef ég þarf þá get ég alltaf bara lofta át hér. En hann þarf alltaf að vera reiknað hvort hann sé að fara að vera mát eða ekki. Og það var þess vegna sem að fjalla tíma og það er bara partur af hraðskák þegar að maður fellur í tíma með hugsaðar lengi. Eins og í öðrum tegundum af skák. Þannig að þetta var ánægjuleg skák, ánægjulegur sigur og nokkur stig í pókið. Við erum með 2-3-99 eftir þessu skák. Sjáumst í næstu skák. Takk fyrir samfélgina.